Já, góða kvöldið og velkomin á Frelsi TV. Ég var að koma heim úr vinnunni, klukkan 9 hjá mér, klukkan 9 hérna í Svíþjóð. En ég búin að vera að hlusta mikið í sambandi við þessar stríðsklæpa árásir á Sýrland og hlustaði meðal annars og ég hef verið að deila á Facebookinu minni það sem ég hlustaði Evu Barlett Vanessa Barlett hún er stödd í Sýrlandi skora okkur að hlusta það og hún var að Vísir birtir hér frétt í dag rannsakendur fá ekki aðgang að dóma og þá eru þeir að tala þetta OPCW fyrirbæri sem alltaf hluti af þetta staðsett í Basel staðsett í Basel að þetta er sem sagt bara hluti af þetta er bara hluti af stríðsáróðursapparati eða stríðsglæpa apparati í Vesturveldana. Þannig að þetta OPCW er ekkert marktæk rannsóknarstofnun frekar en margt annað sko. En það liggur bara í eðli atburðana. Þá liggur eiginlega bara sönnun fyrir því hvað þessar sögur eru mikla lygar. Og þessar tvær byggingar sem voru sprengdar OPCW gerði úttekt á þessum byggingum 2017 og þetta er sem sagt önnur rannsóknarstofan eða hvað þetta er hún framleiðir móteitur við snákabitum og lækningalyf við krabbamenni og OPCW fór þarna 2017 og tók út þessi tvö hús sem voru sprengt í tætlur og fyrir utan það þessi stríðsklæpa Bandaríkin, Bretland og Frakkland eru sem sagt að halda því fram að sýrlensk stjórnvöld hafi verið að framleiða þarna og þarna átti að vera lager af eiturefnavopnum og það sem vekur athygli að það hefur enga fréttir dauðsföll í kringum verksmiðjur er inn í íbúðabyggð sko að ef þú sprengir svona eiturefnaverksmiðju þá dreifist eitrið út allt sem þýðir að það átt að koma fréttir af gríðarlega miklum dauðsföllum á almennum borgurum á svæðinu sem hafa ekki borist. Þannig að ef þú ert með lágmarks skynsemi þá sérðu í gegnum þetta. Þessi sögn gefðu mér eitt kraftaverk og ég skal sanna restina. Þetta gefðu mér eitt prump í bóksið og ég sanna fyrir restina. Gefðu mér eina lygi og þá sanna ég allt annað. Og ég var að hlusta á viðræður þetta á breska þinginu, bullið þar og ég hlustaði nú á einhverja Íslendinga rugla í hausnum á sér og ég heyrði nú einhverja vinstri græna líka vera að prumpa í fjölmiðla sko. Þeir eru sem sagt heimskastir allra í dag á Íslandi að þetta eru alveg rosalega einkennilegir orðaleikir bara þú hlustar á málflutning sem sagt glæpafólkið sjálft ber með sér mestu sönnunargögnin. Breska bitsið
var að segja það að Rússar væru ekkert að dikteita aðgerðir eða utanríkisstefnu Breta, sama og Bandaríkjamenn voru að segja. Bandaríkjamenn voru að segja, sko, Rússar dikteita ekkert utanríkisstefnu okkar. Sem þýðir, bara í því að segja þetta, þá eru þau að segja við erum ekki bundin af alþjóðalögum, en í sömu ræðu eru þau að gagnrýna meint brot á alþjóðalögum Assads. Þannig að sko bara málflutningurinn sjálfur ber í sér glæpinn ef að þú hefur heilaselur til að hlusta á það sem verið er að segja. En það er búið að gefa, og þarna var fólk bara á þinginu, breska þinginu, bara að segja, já, heyrðu, þetta er voðalegt, sko, við erum öll sammála um það, það má ekki nota eiturefni, og það er eitthvað sannanir fyrir því. Það er með þess að sannanir fyrir því að OPCW var búin að taka út þessar 2 byggingar og svona og gefa vottor út á það að Assad væri búin að losa sig við öll eiturefni. Og þau getið ímyndað eitthvað pressuna á OPCW. Og við munum það að gaurinn sem að fór til Írak, hvort að hann var ekki að vinna hjá þessu OPCW, þegar hann var að vinna í einhverjum eiturefna eftirlitsstofnun, og hann kom tilbaka og segja að það var ekkert weapon of mass destruction í Írak, þetta er bara lygar. Og þessi heiðarlegi ágætlegi maður nokkrum árum seinna framdi sjálfsmorð. Hann skaut sig 18 sinnum í bakið og skar sig á háls og skar sig á púls. Og og sveif svo nakinn út á akur. Og þetta var úrskurðað sjálfsmorð, sem sagt. Þannig að það sjá allir orðið í gegnum þetta. Stórmeistari Guðjón Reynberg, ég var að hlusta á rantið hans í dag. Hann var að segja, sko, þetta lið, þetta fólk, þessi, eins og var í Nuremberg, þetta lið er bara á leiðin í snöruna. Þetta er það sem Guðjón var að segja, sko. Hann var að segja, það er bara að hengja þetta lið. Bara fara með upp í næsta gálga og hengja það. Og þið veit það náttúrulega að ég er á móti öllum ofbeldi og morðum og tel dauðarefsingu ekki stunda meðal mannfólks, en ég hef skilning á því. Ég hef skilning á því sem að Guðjón var að segja. Ég er ekki sammála því, ég styð það ekki og ég mun ekki mæla fyrir því, en ég hef skilning á því sem hann var að segja. Og það virðist vera að þessi glæpakapall sem að er NATO, og þar með talið þá er það valdstjórnin íslenska sem að skrifaði upp á þessar árásir, og Bandaríkin og Bretland og Frakkland og Síonistan og þessi lönd, að sko ef að einhver til dæmis á Íslandi myndi taka þetta lið á Íslandi, þessa glæpa mafíu sem að er hluti af þessari erlendu mafíu, og ef að einhverjir Jón Hreggviðssonar myndi fara og hengja eitthvað þessu fólki upp í tré með snörum hálsinn, þá hefði ég alveg skilning á því. Ég er ekki að mæla með því, ég er ekki að mæla fyrir því, ég fordæmi það, ég er algjörlega á móti því, en ég myndi hafa skilning á því. Og sko það er bara svolítið bara tvennt í stöðunni eiginlega. Það er svolítið bara tvennt í stöðunni. Það er annarkvort munum við hafa skilning á því að það þarf að hengja þetta fólk upp í hæsta tré, eða Rússar, Kínverjar, Brasilía, Indverjar, BRIC-ríkin munu bara þurfa að gera þetta. Þannig að það er bara tvennt að velja þarna, annarkvort gerum við þetta eða aðrir gera þetta. Þetta fólk þarf bara að hengja upp í næsta gálga, sko.
Það ég hef skilning á þeim sjónarmiðum þótt ég sé algjörlega á móti þeim og fallist engan veginn á þau. Og fannst þetta svolítið fyndinn punktur. Þetta er bara, já, auðvitað, það er bara eina lausnin. Það er bara, ég hef skilning á því að það er sennilega eina lausnin. Ég er ekki að mæla með því, ég er ekki að mæla fyrir því, ég mótmæli því, en ég hef skilning á því að þetta fólk þarf bara að hengja upp í næsta gálga. Síðan hlustaði ég á viðtal í dag við hann Paul Craig Roberts og hann er svona einn af viskusteinunum sem maður hlustar á og hann fór aðeins að fara í taktist ástand sko. Og hann var að velta fyrir sér aðeins hver er þau næstu skref eða svona hann var að horfa á herborðið, taflborðið og hann var að tala það að núna í stöð, sko að Bandaríkjamenn er að flytja flotana sína innan skotmark Sýrlands. Þeir eru að flytja, þetta er svona flugmóðuskip og varnarskip, þetta er svona hersing af skipum sem flyttu sig á milli svæða og þeir eru að flytja eina eða tvær svona hersingar upp að í skotfæri við Sýrland. Og Paul Craig Roberts var að segja einfaldlega að Rússar þyrftu að fara að taka frumkvæði. Og hann sagði að þeir ættu einfaldlega að draga rauða línu í sjóinn og segja þessum herskipum, ef þið farið yfir þessa línu þá eru þið skotmörk okkar og þeir eiga bara að fara, þeir eru með fullt af flota dóti þarna líka að þeir eiga bara að fara og eskorta þessum amerísku skipum út úr skotfæri. Síðan myndu þeir bara eyða eða gera loftárásir og þurrka út mátt Ísraels, síónistans og Sádi-Arabíu. Þeir myndu bara þurrka þessi tvö ríki út. Og og það getur enginn sagt við, það er fullkomlega löglegt sko. Í dag er það fullkomlega löglegt af því að Sameinuðu þjóðirnar eru, það er engin alþjóðalög lengur í gildi. Bandaríkjamenn, Bretar, Frakkland hafa bara nullufæjað alþjóðalög með þessum aðgerðum sínum. Og við munum það að seinni heimsstyrjöldin núna líka opnast hún öll í nýju ljósi sko. Núna sér maður að stríðsklæpamennirnir og vondumennirnir í seinni heimsstyrjöldinni voru þessi öfl, Bandaríkin, Bretland og Frakkland. Þetta voru morðingjarnir og þið sjáum þess að sama sömu aðferðafræði notað sko. Að að Hitler var dímoniseraður eins og Assad er gert núna og Gaddafi var fyrir örstuttu og Saddam Hussein örlítið þar áður sko. Þannig að það er ljóst og þið sjáum núna að Þjóðverjar og Ítalir eru bara þú veist þannig að ég spái því og þið sjá allir með svo Tony Blair hann er metinn á $100 million í dag veist, bara svona skrifstofublokk hann forsætisráðherra og svona opinber starfsmaður hann er bara allt í einu að virði $100 million og það vita allir að það er búið að lofa bresku druslunni og franska rauðskjaldarhorunni það er búið að bjóða þeim svipað og Tony Blair að ef þú selur fyrir okkur stríðsáróðurs legarnar þá myndu eignast $100 million og þessir $100 million eru
þeim komið til aðeins og Tony Blair með því að hann fer á eitthvað svona árshátíð í banka eitthvað staðar og heldur svona 15 mínútna ræðu og fær $1 million að borga fyrir sko. Það er þannig sem að mútugreiðslur eru greiddar eða hann fær eitthvað bókasamning og alveg bara svimandi bókasamning sko. Og svo náttúrulega það sem ég hef sagt frá oft áður að þeim hleypt inn í líka í bankana þar sem að það er gert veðmál á mótni og ef það er vinningur þá fær Tony Blair það, ef það er tap þá er það sett á lífeyrissjóðinn þinn. Þannig að þetta er alveg rosalega margar svona leiðir til þess að koma 100 milljónum til þessa fólks. Og þess vegna er þetta fólk náttúrulega alveg á grettunni að ljúga að þér. Og þá komum við af heimskasta fólki í Ísland sem eru vinstri grænir. Ég bjó nú til mím hérna, Ísland og NATO, kötu burt, að ég meina, come on. Trúverðuleiki vinstri grænna er alveg farin út í veður og vind. Alveg sama hvað þið segið, japlið, jumlið eða furið, þið eruð heimskingjar. Það er bara raunveruleiki dagsins. En núna sjáið þið bara alls konar fólk farið að taka upp orðfæri eftir mér. Þetta er bara falskur fáni og þetta er sviðsettur atburð þarna í Dúma og það var einhver háskóli í Bretlandi með þessi, einhver 2-3 gaurar þar sem skrifuðu grein og svo þetta er alveg greinilega sviðsettur falskur fáni og þá voru þau bara að horfa á myndirnar sem voru birtar að það voru svona einhver hjarta eitthvað svona læknisdót á börnunum þess að mæla merki og það var læknir sem að rýndi myndirnar og sagði þar sem að þetta er sett það kemur ekkert signal sko. Þetta var bara sett eitthvað á kolvillsa staði og og hvítu hjálmarnir þú þarft ekki að fara á Wikipedia þar sérðu hverjir fjármagna hvítu hjálmarna það er megninu til Bretland og eitthvað kall sem býr í Bretlandi sem að stofna þetta og stýra þessu sem var með þessa fréttastofum manni í Birmingham eða eitthvað og það sem var heimildin fyrir öllum áróðsfréttunum á þessum íslensku fjölmiðlum og þeir munuð eftir því talandi gálgana og snöruna að áróðursfólki var líka hengt í Nuremberg og þannig ég hefði skilning á því ef allt háðfuglafélag yrði hengt í gálga á Íslandi. Ég myndi alveg hafa skilning á því, en ég mæli ekki fyrir aftökum eða ég tel það ógeðslegasta verk sem hægt er að gera í mannabyggðum. En ég myndi hafa skilning á því ef fólk myndi bregðast við með þeim hætti. En það er alveg ótrúlegt hvað er gengið langt í þessum áróðurslegum og hvað þetta eru transparent eða hvað auðvelt að sjá í gegnum þetta. Og hérna eru þið að tala að bara, rannsakendur fá ekki aðgang að dóma. Þetta er ekki rétt. Þeim hefur verið boðið að fara hvar sem er. Rússar hafa sagt að við bara nefnum okkur staðinn sem við viljum fara og við bara keyrum eitthvað þangað. Þannig að þetta er ekki satt. Hins vegar vilja þeir þetta er stríðsblöff Þetta er stríðsblöff. Og og það sem er náttúrulega mjög damaging ná er að OPCW tók þessar 2 byggingar út sem voru sprengta núna og gáfu þeim heilbrigðisvottorð 2017. Þannig að þessi lygamaskína er alveg fallin niður, það er fullsannað og augljóst að íslenska valdstjórnin sennilega frá 1913 eða 1940
þá íslenska valdstjórnin búin að vera þáttakandi í stríðsglæpum og núverandi valdstjórn aðili beinn aðili að þessum stríðsglæpum sem voru framkvæmdir síðasta helgi. Og í mannkyns sögunni þá hefur svona fólk verið hengt. Það hefur verið niðurstaða kynslóðanna. Og ég fordæmi slíkar hluti en ég hef skilning á því. Þetta lið sem að hlaupa NATO og hlaupa í öllum þessum ráðuneytum og allt þetta stríðslið, þetta lið mun sennilega enda í gálganum. Og ég hefði skilning á því ef að íslenska valdstjórnin myndi enda í gálganum líka. Það kemur ekkert óvart. Og þannig að þetta en sko, þetta náttúrulega eins og þeir reyna sko, og munið alltaf þessa fölsku fána sem hafa verið í Evrópu og Bandaríkjunum undanfarið, gegndarlausu fölsku fánar og sviðsetningar sem ég hef kallað út alveg hverja á fætur annari. Tökum til dæmis eitt dæmi, munið þetta Malísíu fluginu. Þess vegna sko OPCW rannsóknarnefndin sem vilja koma að þarna, hún eins og með þessa Malísíu flug sem hurfu allt í einu. Að það var einhver aðili í Evrópu sem ætlaði eitthvað svona stofnun, held að vera hollensk stofnun sem ætlaði að rannsaka þessi flugslys. Það bara horfið, það engin niðurstaða komið og aldrei neitt, þú veist, það bara hverfur í hyldýpi andskotan, sko. Og svipað á rannsóknarskýrslan á Íslandi sem var, sko, þetta sem þið kalla hrun var efnahagsleg hernaðaraðgerð gegn Íslandi. Og þegar ég verið forseti þá mun ég tryggja það að þeir sem eru fórnarlamb þessara hernaðaraðgerða munu fá stríðsskaðabætur. Og hugsanlega það auða við þess fólk sem að fara að hanga í gálganum. Ég hef skilning á því að það geti gerst þannig. Ég mæli ekki fyrir því og ekki sammála því. Og fordæmi allt ofbeldi og allt slíkt, sko. Bara það sé á hreinu. En ég myndi hins vegar alveg hafa skilning á því, sko. Aðrir gera þetta eitthvað með. Og það næstu því, þetta orðið svo farsakent. Og svo alltaf sama lygin aftur og aftur, það ekki eins og áróðursdeildir þessar aðila séu að koma upp einhverjar nýjar skapandi lygasögur, sko. Þetta alltaf sama sagan aftur og aftur og aftur og aldrei neina sannanir fyrir neinu. Þetta alltaf bara gefið mér eina lygi og ég skal sanna fyrir þér alla restina. Eins og með þessi flugfélag MH317 eða 370 og eitthvað, ég man ekki númerin alveg núna, en þessar flaugar voru, sko, til dæmis það sem að þetta flugvélin sem var skotið niður yfir Úkraínu, þar vitnaðu fólk þannig í sveitinni, svo bara það kom það bara flaug herflugvél og dömpaði líkum aftan úr sér, sko. Og þetta var bara eldgömul rótin lík sem var hent yfir svæðið. Þetta lið orðið gjörsamlega geðveikt, sko. Eða sturlað. Þetta hin fullkomna sturlun. Og yfirleitt þegar að ríki fara út í svona mikla sturlun þá mætir almenningur með gálgana. Ég hef semst skilning á því, ég ekki að mæla fyrir því og ég fordæmi það harðlega. Að ég held að ráðamenn ætti að hugsa sinn gang. Og einhverja svona, það nú bara það skrif ekki upp á þessa yfirlýsingu NATO, sko, það bara sama úrsögn úr NATO, já, það bara það þannig. Það ekkert flottara, þá það bara búið. Ef maður skrifar ekki undir þetta heilbrigðisvottorð á stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyni, þá manni bara hent út úr glæpasamtökunum, stríðsglæpasamtökunum. Þetta náttúrulega bara voðalega alvarlegt mál.
Þetta þarf náttúrulega að setja nefnd í málið og skoða þetta og fá rannsóknarnefnd og skýrslu og rannsóknarskýrslu, sko. Já, það er nefnilega það. Þetta heldur bara áfram þangað til að gálgarnir eru dregnir fram og ég hef skilning á því en ég fordæmi það á mótmælinni. En hérna, já, það er nú allir voðalega þögulir í kvöld. Samt eitthvað að fjölga hlustendum núna á seinni hálfleik. Hérna, ef einhver vill hringja inn, þá getur gert það alveg núna quizbang. Ég ætla að gera enskt vídeó líka. Og það er ekki neinar innhringingar á enskunni. Ég get líka sett spurningu á chatið. En hérna, Kathy og Newman í Harmageddon held ég búin að straffa mig. Og svona maður lesa milli línan á því sem þær eru að tjá sig að hérna, þá held ég að þeim hafi verið hótað að ef þeir myndu hringja aftur í mig þá myndu þeir missa starfið. Ég hef grunum að það hefði þeir byrju, já, ég held að það sé málið. En það virðist vera að ég sé einhverju straffi hjá Harmageddon. Af því að sko þið munið allt síðast ár eða undanfarin ár hef ég verið að tjá mig Sýrland og ég hef verið að segja það að það eru Bandaríkin, Bretland og NATO eða NATO og Co sem ég kalla það alltaf, sem eru þessi kapall, að það eru þeir sem eru að fjármagna og nota málaleiða undir alls konar nöfnum, Al-Qaida, Al-Nusra, ISIS eða hvað þetta heitir, að hérna allar 99% af mínum svokölluðu samsæriskenningum Sýrland að það var einst réttar. Í dag eru allar, eða sérst ég segi 99%, 99,9%. 99% af mínum svokölluðu samsærikenningum Sýrland eru í dag staðfestar sem réttar. Sem þýðir að dónaskapurinn í Kathy og Newman og yfirgangurinn yfir mig og drullukastið, að þeir hafðu 99% rangt fyrir sér. Og hérna sem náttúrulega svolítið alvarlegur hlutur og gerir þá alveg þrælseka eins og allir hinnir vinnir þeirra í Háfuglafélaginu, sko. Það á ég vona miklu fjaðrafóki. Það verður mikið fjaðrafók þegar að gálgarnir verða dregnir fram. Ekki að ég styðji það, en ég fordæmi það og algjörlega á móti því. Að hérna, ég hef skilning á því, sko. Það verður mikið svona hauslausa hænur hlaupandi, eða hauslausa háfuglar svona hlaupandi. Þetta verður svakalegt. Það verður svaka partí, sko. En hérna annað sem líka nokkuð ljóst, að sennilega mun dollarinn bara deyja á einu degi núna fljótlega. Það verður bara, veist, dollaralínuriti bara niður í 0. Bara verðlaust. Og hérna og það mjög þessi strategía sem að Paul Craig Roberts segir, tel ég vera mjög líklega að þetta muni gerast svona. Rússar muni segja við Breta, Bandaríkjamenn og Frakka, ef þið farið yfir þessa línu hér, þá eru þið skotmörk. Og síðan muni þurrka út Ísrael og Sádi-Arabíu. Bara gjörsamlega þurrka þessi 2 lönd út. Og þetta held ég, svona maður horfir á tablborðið. Og aðeins það Rússum liggur ekkert á að gera þetta. En ég nokkuð viss að þeir eru búnir að stilla sér upp
til þess að gera það. Og við sáum að ég hef ekki fengið reyndar alveg skoteldar staðfestingar á því, en Síonistan hefur verið núna að sprengja Írani og drepa Írani með drónaflugum. Þannig að ef að Rússar draga svona línu, þið sáu það bara núna að þeir voru búin að blása sig upp í þvílíkt stríð, eða sem sagt í þvílíka árás á litlu þjóðina, Sýrland, og bara á Twitter prumpa hvað hann alltaf nú svoleiðis að eyða þessu ómenni og bara ég veit ekki hvað og hvað. Svo segir Putin, já heyrðu, ef að þið snertið eitthvað á okkar græjum þá svörum við ykkur, sko. Við tökum niður flaugina og fyrirbærið sem senda hana. Og þá var það bara, já, þetta var bara mjög lítið svona strategík, veist. Það fór allir vindur úr þeim. Og hafi þessi eiturefna árast gerst, þá liggja núna fyrir sannanir að þessi lönd, Bandaríkin, Bretland, Frakkland og Síonistan, stóðu fyrir þessari eiturefna árás. Það er nokkuð ljóst. Sem þýðir það að Sýrlendingar, eða í raun hvaða ríki sem er í heiminum í dag, getur með lögmætum hætti gert loftárásir á New York, Washington, London, Frakkland, Tel Aviv. Það er fullkomlega löglegt. Miðað við það sem að breska druslan og franska hóran og rauðhærði trúðurinn er að segja. Og ég skil ekkert í frönsku, þannig ég veit ekkert hvað þeir eru að segja, en Bandaríkjamenn og Bretar, hún hann að sagði það í þinginu í dag í Bretlandi, með því að segja Rússar dikteita ekkert okkar utanríkisstefnu. Þá eru þeir að segja Sameinuðu þjóðirnar hafa engin völd yfir okkur. Sem að náttúrulega staðfestir allar kenningarnar sem að ég og Kó höfum verið með að Hitler var góðu gæinn. Já, það er nú reynda bara ég held ég sem hefur sagt það. En kenningar að Þýskaland hafi verið góða aflið í þessu stríði og hafi verið í sjálfsvörn gegn þessum seðlabanka kapali, stærsti kartell heims, að það virðist liggja betur og betur fyrir að það hafi verið hið eina rétta. Og að Evrópubandalagið og Sameinuðu þjóðirnar voru bara settir upp til þess að stýra herfanginu. Og að meðan að Rússar voru með, þá var það gaman, sko. Svo hrundi það allt og dó í þessum humanisma, sko. Og núna kemur Putin og hann opnar kristna kirkjur og bara, já, við viljum fá kristnina inn aftur, bannar allt þetta GMO-rusl og vil gera góða hluti. Sýrland skuldar engu neitt, þeir eru skuldlaus þjóð, þeir skulda IMF ekki neitt og veist, það er bara engin svona Rothschild seðlabanki þar og þeir eru bara í góðum málum, sko. Og það eru þetta sem að íslenska valdstjórnin kallar vina þjóðir okkar. Þið sjá líka þeir projekta öllu sínum glæpum yfir á fórnarlambið, eins og þið sjáum með Saddam Hussein, með Gaddafi og núna Assad. Þið sjáum það er alltaf einhver einni og við erum að sprengja Assad. Þetta er sama áróðurstæknin og var notuð þar. Og náttúrulega það sem að margir hafa sagt og ég hef skilning á, ég er ekki að segja það og ég er ekki sammála því, en ég hef skilning á því að margir er að segja að hinn svokallaða helför hafi verið hoax. Ég er ekki að segja það. Ég er að segja að ég hef skilning á því að margir sé að segja það.
aðrir sko, ekki, ég ekki að segja. Og þessir atburðir helgarinnar og undanfarin ár og mín greining og þetta sem hefur verið kallað samsæriskenningar eru 99% réttar. Er ekki eitthvað verðlaun eða eitthvað konfektkassi eða eitthvað, hvað er í gangi hjá þér? Að sem er alltaf bara gaman fyrir mig og sannar það að ég er dúndurgóður fræðimaður þótt að ég hafi ekkert nema skjána en það verður rammið til þess að vinna með og litla heilabúið mitt. En ég þakka ykkur fyrir kvöld. Endilega subscribe-iði eða gerist áskrifundur ef að þið viljið fá tilkynningar þegar ég blasta og getur ítt á bjölluna þá plingar hjá okkur eða kemur í plinglistan þegar ég fer að stað og síðan alltaf að deila vídeóinu sem víðast. Það verðist enginn þora að deila mínu vídeó með neitt. Skrítið að hlusta á Kathy og Newman tala málfrelsi og hvað er mikilvægt að allir hafi málfrelsi og allar skoðanir eigi að koma fram og núna eftir þessa atburði þá sjá þeir ekki einu svona ástæð þess að hringja í mig. Þannig að það er svolítið skrítið. Og að lokum, ef þið vilja styrkja mig, ef að ykkur áhugi fyrir því að Frelsi TV verði bara, jafnvel bara ef ég hefði cashflow þá myndi ég vera bara væntanlega með útvarp bara 24/7 og bara allt í gangi. En ég er ekki komið það langt allavega að myndi kaupa sterkari mixer og vera með bara símalínur inn daginn út og daginn inn að tala samsæriskenningar eða eitthvað. Það er kannski Pétur Axelsson í of miklu magni. Ég skil það. Sem er bara með rólegur, ekki svona mikið sko, ekki svona stóra skammta, bara litla rauðarpillur. Það er allt í lagi líka. En takk fyrir komin í kvöld. Passið ykkur á stríðsglæpafólkinu og farið með bæninar. Það kom ekki tommahaukur niður þakki hjá okkur. Og þeir sem að biðjið fyrir fólkinu í Sýrlandi og þeir fólki sem er á þessum svæðum í Afganistan og allir þessu skelfilegu stöðum þar sem Vesturveldin er að fremja sína stríðsglæpi. Takk fyrir, verið sæl.